á þriðja erindi í fyrirlestrarröð Þjóðarspegilsins ofbeldi. Tinna Laufey prófessor í hagfræði, ætlar að fjalla hvernig við metum sársauka og þjáningu. Svo minn ég á að inn á þjóðarspegillin.h.is sjáum við dagskrána, 3 næstu vikur eru fleiri áhugaverð erindi, en ég held að kloppa ekki þetta. Tinna, kemur svo vel. Takk. Takk Stefán og takk fyrir að koma. Já, titillinn Áhrif ofbeldis á þolendur, hvernig metum við sársauka og þjáningu? Og það sem ég ætla að gera þá að meta sársauka og þjáningu til fjár. Og þetta verkefni sem hluti af þessi rannsóknarhópur sem ég stýri CONSIF, þetta alþjóðlegur rannsóknarhópur sem í raun að gera þetta daglangt alla daga, að meta alls konar gæði sem eiga sér ekkert markaðsverð til fjár og oft heilsu, umhverfisgæði, öryggi, félagsleg tengsl. Þetta eru hluti sem skipta okkur miklu máli en eiga sér svo sem ekkert markaðsverð, þannig að það getur verið erfitt að vita hversu mikils virði eru þau. Og ég ætla að hafa smá, og hér í dag ætla ég að sýna ykkur dæmi af rannsókn þar sem við erum að skoða við íslenskar aðstæður, af því ég nota íslensk gögn því að þetta nú Þjóðarspegillinn sem á að vera svona samtal við samtímann og íslenskt þjóðfélag, að þá þetta með íslensk gögn, en það hefur svo sem við höfum verið að gera allt mögulegt í þessum rannsóknarhópi, en ég ætla að hafa smá upptakt af þessu, af því að ég veit að þetta viðkvæmt málefni og að setja svona peningalegan merkimiða á eitthvað sem svo viðkvæmt getur kannski virst sumum eins og við séum að smætta málefnið, en það síður en svo það sem að hugmyndin að gera. Og ef ég bara fer hér aftur í tíman og ég ætla að taka þetta nú svona Adam Smith sem að sumir tala sem upphafsmann hagfræðinnar, og hann að tala hér stjórnarstefnur og hann segir all constitutions of government are valued only in proportion as they tend to promote the happiness of those who live under them. This is their sole use and end. Þannig að hann að segja að það markmið okkar að allir hafi búið við eins mikla hamingju og hægtir og þetta kannski gleymist stundum að því að við hagfræðingar tölum mjög mikið um peninga og mælum hluti mjög mikið í peningum. En í rauninni mér finnst ofta þetta íslenska orð yfir hagfræði mjög gott, hagfræði. Þú veist, það það sem þetta og ég get líka tekið dæmi hérna af öðrum hagfræðingi, Simon Kuznets, sem með mjög margvíslegt framlag til hagfræðinnar, mjög merkilegur og alveg einstakur aðferðafræðingur, en hann oft talinn svona vera upphafsmaður vergrar landsframleiðslu, þú veist, GDP sem við mælum oft og í þeirri skýrslu þar sem hann gerð á millistríðsárunum og hann leggur þessa mælingu til, þá segir hann sjálfur the welfare of a nation can scarcely be inferred from a measurement of national income as defined above. Þannig að hann í rauninni að vara við, hann segir eins og ég að reikna þetta hér. Þú veist, passið ykkur ef þið ætlið að meta velferð þjóða út frá þessu mælikvarða. Af því að inn í þessu mælikvarða eru þau gæði sem við eigum viðskipti með á markaði, en það þetta margt sem skiptir okkur mjög miklu máli sem við eigum ekki viðskipti með á markaði. Og það getur skekkt þessa mynd mjög mikið. Þannig að það sem að ég kannski að reyna að koma á framfæri hér að það að ég reyni að setja peningalega mælikvarða á þetta, það þýðir ekki að mér finnst þetta lítilsvirði, það þýðir einmitt, það þarf að taka þessi hluti til greina til þess að geta bætt þeim inn í svona mælikvarða og borið saman við mikilvægi annarra þátta. Og þetta ekkert bara einhverjir útlendingar, og ég líka að reyna að benda á að þetta hefur verið viðhorf þessa fags alla tíð. Þetta ekki eitthvað nýtilkomið að hagfræðingur sé að farnir að láta sér detta í hug, hey, kannski verg landsframleiðsla ekki allt sem skiptir okkur máli í lífinu. Kannski ekki eina markmið fólks að reyna að vera eins ríkt og mögulegt og svo framvegis.
Og þetta á líka við íslenska hagfræðinga frá því að þeir byrja að kveða sér hljóðs, og hér setti ég tilvitnun í Indriða Einarsson og hann segir: margur maðurinn álítur að hagskýrslugjörð sé mesta leiðindaverk, en það alls ekki svo. Þegar sá sem verkið vinnur fer að sjá lífið sem liggur falið bak við tölurnar. Verkið þá líkast vinnu læknisins sem þreifar á líðaðinni til þess að kynna sér ástand þess sem hann sóttur til. Sá einn munurinn að hagfræðingurinn þreifar á lífið þjóðarinnar til þess að komast fyrir og skýra frá því hvernig henni líði. Það vekur gleði ef ástandið gott, en hryggð sé það illt. Og ég held að það auðvitað dyljist engum og ekki mér heldur, þó að ég sé með þetta erindum og það sem ég að reyna að setja peningarlegt mat á ofbeldi, á þjáningar vegna ofbeldis, að ofbeldi auðvitað veldur miklum þjáningum og það einmitt kannski tilgangurinn. En þannig að spurningin kannski, bæði getum við, það eitt, getum við þetta bara, þetta hægt, og hitt ættum við að meta virði ómælanlegra gæða, sem að sumir segja, eins og þjáninga vegna ofbeldis. Ættum við að meta þetta til fjár. Og ég held að þetta sé erfitt, bæði aðferðafræðilega, og ég held að þetta sé líka erfitt bara tilfinningarlega að gera þetta. En hitt annað mál að ég held að þetta geti verið mjög gagnlegt. Og eitt náttúrulega að það hægt að aðlaga svona hefðbundna þjóðhagsreikninga með tilliti til þessa. Það hægt að segja, ok, við getum lagað verg- og landsframleiðsluna til sem að með góðu eða illu fólk notar mjög mikið til þess að mæla hvernig gengur í samfélögum. Og það kannski hægt að aðlaga þetta, og ekki bara kannski hægt, það til margar tegundir af aðlöguðum þjóðhagsreikningum. Það til aðlagaðir þjóðhagsreikningar þar sem bara búið að taka aðlaga út frá alls konar hlutum. Síðan líka til eitthvað sem aðlagar út frá kannski einum þætti. Þú veist, þar sem þjóðhagsreikningar sem búin að taka tillit til umhverfisins. Þeir kallast stundum grænir þjóðhagsreikningar. Þannig að þá tekið tillit til þess ef að það óvenju mikil ágengd á auðlindir eða eitthvað slíkt. Þannig að við getum fengið betri hugmyndir hvernig raunverulega gengur ef að við til dæmis, þú veist, það eru margir hlutir sem mjög slæmir sem að geta hjálpað þjóðarframleiðslunni, eins og til dæmis stríð. Þú veist, ef það búið að skemma rosalega mikið þá þarf að byggja það allt upp og það eykur mælda framleiðslu, en auðvitað var ekki gott að allir þessir innviðir voru skemmdir og svo framvegis. Þannig að þetta ein leið sem að þetta gagnlegt. Síðan það hitt að hið opinbera, það gerir mjög mikið af svokölluðum svona kostnaðarábatagreiningum. Þegar verið að ákveða hvort að ég ráðast í einhverja framkvæmd, þá skoðaður hver kostnaðurinn og hver ávinningurinn. Ef við tökum bara inn í slíka, þessin voginn hérna, verið að vega saman kostnað og ávinning. En ef við tökum bara inn í slíka mælingar, það sem auðmælanlegt, en ekki kannski það sem skiptir okkur mestu máli, þá geta ákvarðanir verið mjög skakkar. Og ég meina, hvað varðar ofbeldi, þá hlýtur til dæmis hljóta þjáningar fórnarlambanna að vega mjög þungt. Í sumum tilfellum mjög auðvelt að gera kostnaðarábatagreiningu, eiginlega allur kostnaður og ávinningur fjárhagslegur auðvelt að mæla. En ef við erum til dæmis að mæla, hvað, þú veist, eigum við að fjölga lögreglumönnum í miðbæ Reykjavíkur helgar? Og ef við segjum, það kostar svona mikið. Það einhver ávinningur, og við segjum, já, ávinningurinn að það sparar hérna eitthvað í heilbrigðiskerfinu því að fólk lendir ekki á slys og það missir ekki úr einhverja 2 daga á vinnu eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, þessi kostnaður sem auðvelt að mæla kannski, þú veist, tíkallabusiness í stóra samhengi þess að einhver lendi í ofbeldisatviki. Þannig að í svona málum þá myndi það líklega skekkja myndina mjög mikið ef við tökum ekki þessar huglegu þjáningar með í reikningin. Þannig að þetta eitt og síðan það kannski það þriðja sem miski í réttakerfinu.
þú veist, að bætur í réttarkerfinu, það annars vegar skaðabætur, þær almennt ekki svo flókið að mæla. Það þú veist, húsið brennur, rúðabrotnar, bíll skemmist. Við vitum fjárhagslegt virði bílsins. Síðan það miskabæturnar og það flóknara að meta þær. Og það sem að mér fannst svolítið áhugavert sem ég sá í fréttum núna, að það tryggingafélög farin að taka þetta á Íslandi inn í tryggingar. Þannig að eins og ég sá að það kom fram ég hef ekki meira fyrir mér í þessu heldur en bara var í frétt, að það væri Vörður og Vís væri farin að taka þetta inn í til dæmis heimilistryggingu, að það væri hægt að fá bætur ef að einstaklingur verður fyrir heimilisofbeldi, af því að það sé skaði innan veggja heimilisins með einhverjum hætti. Þannig að það í raun eitthvað sem að ég veit ekki mikið en mér þótti þetta áhugavert og í raunin þær bætur svolítið líkar kannski miskabótum í réttarkerfinu. Að því leyti að það auðveldara að aðgreina þessar skaðabætur og síðan miskabæturnar flóknari. Og það bara gaman frá því að segja að hér í salnum Flóki Fjölnisson sem að fékk, það bara 2 dagar síðan að við fengum svar það að hann fékk sem sagt, hann að klára námi í lögfræði hér við háskólan og við fengum frá nýsköpunarsjóði námsmanna styrk til þess að skoða niðurstöðuna sem ég ætla að sýna ykkur í dag og úr rannsóknum á þessu sviði. Hvernig þær samræmast þeim miska sem fólk að fá í réttarkerfinu. Að í réttarkerfinu á Íslandi, hann gæti nú sagt ykkur betur frá þessu, ég ekki lögfræðingur en það eftir því sem mér skilst, hann líka með okkur í þessu hann Eiríkur Jónsson, lögfræðingur sem var prófessor hér við háskólann en nú dómar í Landsrétti og við ætlum að vinna þetta 3 saman en að þetta miskabætur í réttarkerfinu byggja fyrst og fremst á hefðum. Það eitthvað punktakerfi, handleggsbrot svona mikið, maður fær svona marga punkta fyrir þetta, blind á öðru auga, blind á báðum, þú veist. Og síðan viðheldur kerfi sem þessum hætti að það bara þetta þarf alltaf að vera í samræmi og þetta eitthvað sem að yfirfært úr dönsku réttarkerfi fyrir einhverjum árum og eitthvað slíkt sko. Þannig að nú ætlum við að skoða miskabætur sem fólk að fá í samræmi við mældar miskabætur úr rannsóknum. Ég veit ekki mín tilfinning sem leikmaður sem að les fjölmiðla og þekkjandi þær niðurstöður og rannsóknum sem ég sé þá held ég að fólk sé að fá mun minni miskabætur heldur en raunverulegur miski af ofbeldisverkum segir til. En ég spennt að sjá niðurstöðurnar úr þessu. En ef maður velti því þá fyrir sér, þú veist, þetta virkar svolítið galin hugmynd, þú veist, hvernig ætla manneskjan að draga út þetta peningalega virði á eitthvað sem á sér í rauninni ekkert markaðsverð. Hvernig skyggnumst við þessum hætti inn í huga fólks? Það mest myndi ég segja 3 aðferðir sem fólk nýtir og við höfum nýtt þær allar í okkar rannsóknarhópi, mest þó eina aðferð. En fyrst aðferð sem bara kölluð tjáðval og hún byggir í rauninni á spurningalistum, þar sem verið að spyrja fólk. Og auðvitað þetta mjög erfitt, af því að fyrst og fremst við að reyna að ná upplýsingum virði fólks fyrir hluti sem að því tamast að segja sé ómetanlegt. Hversu mikils virði eiga vin? Það ómetanlegt. Hversu mikils virði heilsan? Hún ómetanleg, segir fólk. Þannig að þetta auðvitað mjög erfitt, en það bara bílfarmar af vísindagreinum þar sem að fólk að reyna að hámarka gæði slíkra spurningalista. Þannig að það sé verið Þannig að það sé hægt að draga þetta út úr fólki með einhverjum skynsumum hætti. En það getur verið flókið. Síðan það sem oft kallað sýntval. Og það það sem við reynum að finna eitthvað í umhverfinu, þar sem að fólk einhvern veginn sýnir hversu mikils virði að hafa þessi gæði frekar en þessi. Til dæmis, hversu mikils virði loftgæði fólki. Þá reynt að skoða sambærileg hverfi og hvernig breytist fasteignaverð eftir því sem loftgæðin í hverfinu breytast. Fasteignaverð íbúð, það eitthvað sem fólk sýnir þá þegar það í viðskiptum með eitthvað allt annað. Ef það ákveðin fyrirtæki þar sem öryggisbúnaður sem kemur í veg fyrir slys á einum vinnustað á sumum vinnustöðum en ekki öðrum.
hvað þarf fólk að fá mikla launahækkun til þess að vera tilbúin til að taka starfi þar sem það ekki varið, í fyrirtækjum þar sem það ekki varið og svo framvegis. Þannig að þetta sem svona verið að reyna að leita upp í það sem fólk sýnir okkur þetta með hegðun sinni. Og síðan það sem ég ætla að sýna ykkur rannsóknum sem ég ætla að taka dæmi núna. Það er svokallað þar notum við svokallað tekjuuppbótar aðferð. Og þetta tekjuuppbót, það kannski nafnið lýsir því aðeins hvað verið að gera. Þetta svolítið líkt því sem í bótunum. Það bara verið að spyrja, hversu mikið þarf að auka tekjur manneskjunnar til þess að hún sé jafnvel sett og hún hefði ekki lent í þessu atviki. Það er í rauninu bara hvað ættu miskabætur að vera háar til þess að leiðrétta skaðann. Það þýðir ekki að fólk sé ekki ennþá með þjáningarnar út af skaðanum, en það er bara hversu miklu peningar búa til jafn mikil gæði og skaðinn var að valda þeim. Þannig að þess vegna er að tekju uppbót, hvað þarf að bæta þeim mikið upp. Og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér, og þetta er greinin sem er unnin með Hjördísi Harðardóttur og Brynju Jónbjarnardóttur sem eru báðar hagfræðingar eins og ég. Og þetta er sem sagt, og titillinn hennar er Putting a Price on Pain, the monetary compensation needed to offset welfare losses due to violence. Og það nefnilega, svo maður hugsi aftur í þessi hugmynd þessara hagfræðingar sem ég var að vísa í fyrst, sem voru að segja, aðalmarkmið er að við ætlum að ná eins miklum hag fyrir eins marga og við getum. Við erum að reyna að hámarka hag eða hámarka hamingju. Þannig að þó svo að þetta er náttúrulega blandaður hópur hérna og ég er ekkert að fara í einhverja mikla díteila á aðferðafræði, þá er hugmyndin á bak við það hvernig þetta er gert. Ég held að við getum öll náð utan það. Hugmyndin á bak við þetta er einfaldlega svo að ef að maður reynir, og látum liggja milli hluta núna hversu auðvelt er að ná fram þessu orsakasambandi, ef við reynum að mæla annars vegar hversu mikil áhrif hefur það að lenda í ofbeldi á hamingju, og við vitum stærðina af þeim áhrifum, og ef við mælum líka hversu mikil áhrif hafa tekjur á hamingju, ef ég veit stærðina á báðum þessum áhrifum, þá get ég sagt, ok, ef einhver lendir í ofbeldisverki, þá veit ég hvað hamingjan lækkar mikið og ég veit hvað ég þarf þá að gefa honum mikla peninga til þess að bæta það upp. Þannig að þetta er, þú veist, fyrir þá sem eru hérna hagfræðingar og svona, þá er þetta allt einhverjar hamingju aðhvarfsgreiningar sem umræðir, og það er þessi stikar við tekjur og ofbeldi sem við erum að reyna að stilla af með réttum hætti. Og það er það sem við gerum, og í þessari, ég valdi þessa rannsókn því hún notar íslensk gögn og við erum hér að tala og þetta er nú Þjóðarspegillinn, samtal við íslenskt samfélag, og þau eru fengin frá embætti landlæknis og ég rétt að taka fram þarna þá sem að styrtu rannsóknina. Við erum með 5.218 einstaklinga, svona nokkuð jafnt kalla og konur, inniheldur ýmsar spurningar en það sem við getum haft stjórn á margvíslegum áhrifum og svo framvegis, svona hliðarskilum, en það sem skiptir mestu máli er að við erum með hamingju, ofbeldi sem fólk hefur orðið fyrir og tekjur. Þannig að það er fyrst og fremst þetta sem við erum að reyna, það er sambandi á milli þessara hluta sem við erum að reyna að magnbinda með einhverjum hætti. Og það sem við skoðum, það er fyrst skoðum við tegund ofbeldis. Og þá erum við að skoða hvort að fólk hafi lent í kynferðisofbeldi, andlegu ofbeldi eða líkamlegu ofbeldi. Þannig við skoðum munin á þessum ofbeldistegundum. Og það skiptir máli hér að við erum með mælingu á því, þú veist, fólk er spurt hvort það hafi einhvern tímann lent í þessu. Og það er svona það sem við kalla lífstíðar algengi, bara hefur einhvern tímann, það getur verið mjög langt síðan, það getur verið stutt síðan. Þannig að við skoðum munin á þessum ofbeldistegundum, og það er annað sem að skiptir svolítið máli þegar ég fyrir að sýningu niðurstöðunar, því að sumt mun koma á óvart. Og það er held ég að því að það er sum ofbeldisverk eru þannig að maður lendir kannski í þeim einu sinni.
af því að það sem að kannski mun koma einhverjum hérna óvart og kom mér á óvart að við fáum mjög mikinn skaða af andlega ofbeldinu sem að kom mér á óvart sko sjálfri, en það auðvitað getur verið út af því að sko maður getur lent í líkamlegu ofbeldi einu sinni eða kynferðisofbeldi einu sinni, en þeir sem lenda í andlegu ofbeldi það oft kannski á löngu tímabili, þannig að þetta ekki verið að bera saman eitt atvik af þessu og eitt atvik af hinu. Þannig að það væri mikilvægt að grafast fyrir hversu miklu máli skiptir sko ef maður getur reynt að hafa sambærilegt magn af þessum hlutum sko. Það já, og síðan skoðum við líka tíma frá síðasta ofbeldisatburði. Það hvort að síðasti ofbeldisatburði gerðist fyrir minna en 12 mánuðum eða meira en 12 mánuðum, og þar erum við að reyna að skoða verður einhver bati hjá fólki, minnkar skaðinn sem að fólk upplifir eða afleiðingarnar eftir því sem frá líður, og síðan skoðum við mun eftir því hver gerandinn og það auðvitað getur skipt máli, að því að við sjáum það í rannsókn til dæmis, ástæðan fyrir að einhver myndi segja, býtu, af hverju ertu að gera þetta, það er ekki bara hægt að nota það sem til dæmis það sem er verið að skoða sko heilsuna, þú veist, ef að manneskja verður fyrir ofbeldisverki og hún handleggsbrotnar, við vitum hvað handleggsbrot úr bara heilsuhagfræðilitteratúrnum, en tilfellið að rannsóknir sýna að það ekki það sama, handleggsbrot sem verður að því að maður dettur og handleggsbrot sem verður út af því að maður þolandi ofbeldis, það miklu meiri skaði af því, og af því að það meiri skaði, þó að sé ekki ofbeldi ef að það einhverjum að kenna í einhverjum skilningi. Þannig að það skiptir máli hvernig, þú veist, líkamlegi skaðinn verður, og þess vegna getur líka verið að skipti máli hver gerandinn þannig að við skoðum það líka, við erum með upplýsingar um það. Og svo skoðum við þetta eftir kyni. Þannig að ef ég bara sýni svona grunn niðurstöðurnar, nei, fyrst ætla ég aðeins að sýna ykkur, já, hérna, þetta bara hversu algengt þetta að algengt hver tegund ofbeldis fyrir konur og karla, konur og karla hérna, að það mjög óalgengt að karlmenn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi, þannig að oft þarf ég að sleppa þessu, stundum ég ekki með nægan tölfræðilegan styrk til að skoða sérstaklega kynferðisofbeldi gegn körlum, því miður þá maður bara, já, með of fáa til þess stundum. Já, þetta svo spurningakönnun sem ég nota, þannig að þetta í mínum gögnum hversu margir eru í þessum flokkum. Og síðan þetta fólk spurt sjálft, þannig að auðvitað sko hvernig skilgreinir fólk þetta ofbeldi sjálft, maður þarf auðvitað að hugsa um það, og það sem að við skrifum svolítið í greinin að þessum gögnum safnað 2017 og það stuttu eftir MeToo-byltinguna, þannig að það gæti verið að fólk sem lægri þröskuld áður en það, þú veist, konur sem lægri þröskuld áður en það sko haki í þetta bóks heldur en kannski það hefði verið nokkrum árum áður eða jafnvel nokkrum árum eftir ef það svona sérstaklega mikil umræða í samfélaginu og svo framvegis. Þannig að, en hérna ætla ég bara að sýna ykkur, hér bara að ég held að, hér bara hrágögn, hér engar tölfræði kúnstir á bak við þetta bara mæld hamingja fólks eftir útsetningu fyrir ofbeldi. Og þá sjáum við það að þeir eru með hæstu hamingjuna meðaltali sem hafa ekki lent í neinu ofbeldi. Þetta meðaltalið í heild, physical violence, sexual violence, psychological violence, og hér sjáum við strax þetta sem ég sagði, að við finnum mestu áhrifin á andlega ofbeldið og við sjáum það strax hérna í gögnunum. Og fyrst held ég að það væri eitthvað að þessu hjá mér, þannig að maður reynir að snúa þessu á alla kanta gögnunum, en við raunverulega, hvað sem við gerum, þá fáum við þessa niðurstöðu ekki í burtu, að það andlega ofbeldi sem kemur hérna verst út. Og síðan ef maður hefur orðið fyrir tveimur mismunandi, þá ennþá verra, og þeir sem hafa orðið fyrir öllum tegundum ofbeldis, þeir eru með lægstu, það sá hópur sem býr við minnsta hamingju. Og fyrir þá sem svona, sko,
nota eitthvað þessa hamingjukvarða sem að við í mínum hópi erum með nefið ofan í alla daga stöðugt, þá vita þeir að fólk notar þegar það notar hann á skala, þó hann sé frá 1 og upp í 10, þá notar fólk mjög lítinn hluta. Þannig að þetta er í þessum litteratúr mjög mikill munur. Þannig að þú veist, hérna, staðalfrávik er rúmlega 1,5 sko, þannig að þetta er alveg heilt staðalfrávik hérna, þetta er alveg rosalega margt sem að býr til það hvað sem fer inn í það hvort maður sé hamingjusamur eða ekki, en bara á þessari vídd hvort að fólk hafi verið útsett fyrir ofbeldi einhvern tímann á ævinni, það er mjög mikill breytileiki í hamingju eftir þessari breytu. En það er líka, þú veist, auðvelt að skilja aðferðafræðina, þó að eins og ég segi, það er ekki markmið í þessum fyrirlestri að fara í hana í einhverjum mjög nákvæmum atriðum, þá er það hér að það sem við erum bara að segja, hvað þurfum við að bæta, þú veist, miklum tekjum á ári á þennan hóp til þess að hann yrði jafn hamingjusamur og þessi hópur. Þú veist, fólk sem hefur lent í kynferðisofbeldi, hvað þarf að bæta við miklum tekjum til þess að það sé jafn hamingjusamt og það hefði ekki. Það er uppbótin, það er miska bæturnar í einhverjum skilningi. Þannig að það er augljóst á þessu að það er mismikið eftir því hversu mikið eða hvers slags ofbeldi er. Við eyðum svolítið miklu púðri í að reyna að skoða til dæmis í greininni líka þetta samband sko, því við vorum að hugsa ef maður hefur verið útsett fyrir einni tegunda ofbeldi, er þá kannski ekkert svo slæmt ef að önnur tegund bætist við, þú veist hvort sem er ofbeldisfórnarlamb, eða er það kannski ennþá verra? En niðurstaða okkar er að það er, þú veist, þetta er eiginlega bara alveg jafnt, að ef að maður missi til dæmis hérna frá því að vera ekkert violence niður í þú veist, kynferðis, þetta er lækkun 0,4, andlega ofbeldi það er lækkun 0,7, að maður getur eiginlega lagt þetta saman til þess að fara að hinga, það er, þú veist, lækkun 0,11. Þú veist, þannig að þetta er eiginlega bara hægt að það er engin, þú veist, vörn fyrir frekari skaða hafa verið og það er ekkert sérstaklega miklu verra þó maður hafi lent í einhverju annarri tegund ofbeldi. Þetta bara hleðist upp. Já. Andlegt ofbeldi, ég ímynda mér að líkamlegt ofbeldi, maður veit hvað það er, en andlegt ofbeldi, er það einhvern skilgreint? Nei, sko það er nefnilega ekkert skilgreint í könnuninni. Og það er það sem að, þú veist, maður þyrfti að sko komast finnst mér í önnur gögn sem eru með miklu nákvæmri lýsingar. Oft í sumum gögnum þá er, þú veist, í sviga fyrir aftan, það er bara lýst. Hvað gerðist þetta, þú veist, gerðist þetta og nákvæmlega í hvað það felur í sér. Og við höfum verið með einhverja svoleiðis rannsóknir sem ég er ekki að tala um núna, eins og til dæmis við erum með rannsókn birta af áhrifum á einelti. Og þar eru miklu flóknari útskýringar, hvernig var eineltið, er það svona eineltið eða svona, er þetta stríðni út af kynþætti, stríðni út af trú, er þetta? Og það sem kom mér líka á óvart þar, að því að manni finnst einhvern veginn sko að það sem kom eiginlega einna verst út var það eineltið sem ég fannst að einhverju leyti minnst aggressívast, að það var félagsleg útilokun. Þú veist, þannig að oft er þetta einhvern veginn ekki það sem að kannski, þú veist, það er ekki bein stríðni, það er ekki endilega áreitið á manneskjuna. Það var útilokunin hafði líka mjög mikil áhrif, sko, en það væri náttúrulega rosalega mikilvægt að fá gögn þar sem er búið að skilgreina þetta miklu nánar, sko. Já, Magnús. Ég var bara að pæla, ég sé ekki súlu fyrir sexual og physical, er það? Já, ég hef bara gleymt henni. En svona meginniðurstöðurnar, þetta er þá hversu mikla tekjuuppbót þyrfti á ári til þess að fólk í þessum flokkum væri jafn vel sett og fólk sem hefur enga sögu ofbeldisútsetningu af neinu tagi. Og þarna sjáum við þetta sem ég hef verið að klóra mér svolítið í höfðinu yfir þessi háa tala fyrir andlega ofbeldið.
En hún náttúrulega þannig að maður vill samt reyna að skilja hana því hún það skýr í niðurstöðun, maður þarf þá að grafast frekar fyrir það. Það til dæmis út af þessu sem ég að láta mér detta í huga, það sé sko stór hluti af þeir sem hafa lent í andlegu ofbeldi yfir mjög löng tímabil, þannig að það allt öðruvísi útsetning heldur en þeir sem hafa kannski, það eru kannski fleiri í hinum flokkunum sem hafa lent í einstökum atburðum. En ég ekki með upplýsingar það, já. Má ég spyrja, þú talaðir að þú skoðaðir gerendur og aðstæður. Ég velta fyrir mér að þú setur þetta saman í eina púlu í rauninni, annars er rauninni svolítið ólíkt ofbeldi, sem kannski einstaklega ofbeldisvegnar eða til dæmis eins og ofbeldi í nánu sambandi. Já. Sem getur varað í mörg ár náttúrulega og allt öðruvísi ofbeldi. Já. Getur verið að það sé, þú ert að velta fyrir þessu miklu munum á ofbeldinu? Já. Já, sko það þú veist, við gerum, það sem við erum með, flokkarnir sem við erum með þar, við erum með svona intimate partner violence, við erum með sem sagt maki og fyrrverandi maki eða sambýlismaður, það sérflokkur hjá okkur og síðan það einhverjir aðri fjölskyldumeðlimir og síðan einhverjir, þú veist, utan þess hrings. Og við reyndum að skoða, þú veist, ef þú segist það orðið fyrir svona ofbeldi og gerandinn maki eða öðruvísi ofbeldi, en það bara þegar maður farin að skera gögnin niður meira og meira þá missir maður bara tölfræðilegan styrk, þannig að við settum það ekki í greinina, við reyndum að leika okkur með það og svona, þú veist, sjá hvort að það væri eitthvað markverðar en það var bara tölfræðilegu styrkur gagnanna dugði ekki til. Ragnar? Já, bara til að reyna að skilja þessar tölur, Já. betur hvað að þekkja, ef ég tek bara til þess að þetta kynferðislega ofbeldi. Já. Sko, segjum að það rétt túlkun að segja, þú orðið við kynferðislega ofbeldi í fortíðinni, Já. þið líður vel þess vegna, Já. og til þess að við líði jafnvel eins og kannski rækt að líða, Já. þá þarf ég 2,4 milljónir ári eftir Já. ævinar. Já. Eftir ævinar. Já, það sem eftir ævinar, já, sem náttúrulega gríðarlega tölur og ég sé aldrei svoleiðis miskabætur í, sko. Kannski neitt rosalega á tölur, sko, þú veist, Nei. 100 milljónar, sko. Nei. Ekki ná í 100 eða eitthvað. Já. Okay. En bara svoleiðis tölur sér maður ekki, allavega ég í fjölmiðlum sem nú ekki, það flóki, þetta verður hans verkefni að finna út úr þessu, en ég held að tölurnar séu miklu lægri sem fólk að fá í bætur, sko. Það ekki líka, sko, en bara til að skilja þetta aðeins, sko, þetta eru einhverja svona meginniðurstöður út meðaltal. Já. Meðaltal þeirra, svona sirka þá, Já. sem segja að ég hef orðið fyrir kynferðislega ofbeldi, Já. einhvern tímann á ævinni, Já. og þeir eru misgamlegir og hvenær að gerist allt það, Einmitt. að jafna að ég þarf að fá 2,4, Já. það sem eftir það er. Já. Það er rétt túlkun. Það rétt túlkun, já. Já. Það var einhver önnur spurning. Já. Ef við sem andri rétt, að sambandum tekn og hamingju sé eitthvað sveigilegt. Já. Að myndi vera afsláttur ef fólki mjög ríkt í þegar. Þetta nefnilega, ég held þetta sé á næstu glæru sem ég get talað þetta, já, já. Af því að hér ef við skoðum eftir, þetta nefnilega mjög mikilvægt. Við erum með, sko, tekjurnar hérna inni, þú veist, sveiglínulaga, af því að eftir fyrstu tekjur sem fólk hefur, þær veita miklu meiri hamingju heldur en þegar fólk orðið ríkt. Þá jafn mikla tekjur, þær breyta lífi fólks ekki jafn mikið. Þannig að það sem við erum í rauninni að meta hérna oft kallað í hagfræði greiðsluvilji. Hver væri greiðsluvilji til þess að losna við þessar þjáningar? Og greiðsluvilji fólk sem á mikinn pening bara miklu hærri. Þú veist, þannig að það og ef maður skiptir upp eftir tekjum, þá greiðsluvilji tekjuhærri hópa miklu hærri og það sjáum við sko aðeins á muninum á milli þegar við skoðum karla og konur, að greiðsluviljinn hjá körlunum, hann almennt hærri, en það kemur svolítið til út af tekjustuðlinum hjá þeim, af því að maður að meta fórnarskipti á milli tekna og ofbeldis. Og tekjustuðlinn hjá körlunum, hann ber þess merki að þeir eru með svolítið hærri tekjur heldur en konurnar. Og það þetta sem að þú ert að tala um. Þannig að, og þetta, jafnvel, þú veist, þannig að þetta náttúrulega falið hér að því þetta bara falið á bak við kynin, en maður fær alveg sama ef maður skiptir bara upp í tekjuhópa. Sem að við höfum stundum gert, af því að maður vill auðvitað ekki að stjórnarstefna út frá þessu væri já. Ríkir meta heilsu sína miklu meira heldur en fátækina. Við skulum setja allar auðlindir okkar í að, þú veist, bara bæta heilsu ríkra því að miklu mikilvægara þar. Þú veist, heldur en þannig
Þannig að þetta en það sem er samt áhugavert hérna, þegar maður skoðar, þannig að þetta ástæðan fyrir því að það eru svolítið hærri tölur hérna hjá körlunum. Það í meira mæli út frá tekjustuðlunum heldur en endilega ofbeldisstuðlunum. En það sem síðan samt líka áhugavert finnst mér að innbyrðis hlutföllin, hvað líkamlegt ofbeldi miklu minni skaði með við hin ofbeldin hjá karlmönnum, það alveg líka lægst hjá konunum, en mér finnst þetta svolítið meiri munur hér að það hækkar ekkert út af því að ofbeldisstigin hérna er lægri. Og ég veit ekki hvað það að það eru kannski fleiri karlmenn sem hafa lent í einhverju sem er minna mála, einhverjar að vera, lamin sem karlmaður heldur en sem kona. Slagsmál á balli eða eitthvað, þetta er eitthvað sem er kannski algengar eða einhvern veginn annars eðlis, en þetta er allavega það sem kemur fram í þessum hlutfallslegu tölum. Og síðan það eftir tímaatviks að við sjáum að hérna var bara kynferðisofbeldi, ég tók það bara út af því að það voru svo fáir hérna hjá körlunum, en sem sagt að við sjáum að andlega ofbeldið, ef þú hefur orðið fyrir innan 12 mánaða, þá er miklu hærri tala heldur en ef það er meira en 12 mánuðir. Af því að þetta er eins og var bent hérna á að þessir aðilar, náttúrulega hluti af þeim hefur orðið fyrir þessu, útsetningin er fyrir minna en 12 mánuðum, hluti af þessum aðilum er bara ennþá í aðstæðunum meira að segja. Og það er sama með líkamlega ofbeldið. Þannig að það er einhver bati eftir því sem tíminn líður. Þannig að þetta er verst fyrst, en þetta náttúrulega líka dregur fram það að þetta er allt miski vegna afleiðinga ofbeldisins. Ég get ekki spurt fólk hvernig líður akkúrat, það er engin akkúrat að lenda í ofbeldinu þarna. Auðvitað er væntanlega andlega líðanin langverst þegar akkúrat ofbeldi á sér stað, en þannig að þetta er í rauninni, ég myndi skilgreina þetta sem miski vegna afleiðinga ofbeldisins. Og síðan er það hérna, þar sem við sjáum og þetta hérna sem ég segi maki, þetta er í rauninni bara skilgreiningin sem er venjulega á þessu intimate partner violence, að þetta er maki, sambýlisaðili og inn í þessu er líka fyrrverandi maki. Þannig að það er hæsta, mesti skaðinn þar. Þannig að í rauninni, ef það er svona samantekt úr þessari rannsókn, þá myndi ég segja að miski fórnarlamba ofbeldis er umtalsverður eins og við mælum hann hér. Ef að við, það sem við getum síðan gert er að við getum tekið þessar tölur og margfalda, við vitum hversu margir samkvæmt hérna á Íslandi hafa orðið fyrir hverju og einu, þannig að við getum sagt hver þá heildarskaðinn ef við viljum segja hversu mikið er þessi skaði til dæmis í samræmi við til þess að leiðrétta verga landsframleiðslu. Við erum öll að gera fullt og búa til og fyrirtæki til að búa til einhvern hag. Síðan erum við líka að gera eitthvað við hvort annað sem að minnkar hag. Ef við ætlum að draga það frá, sem er þetta ofbeldi, hvað þurfum við að draga mikið frá? Þessi skaði, þegar við summerum hann yfir allt samfélagið, í samræmi við það hversu margir hafa orðið útsetti fyrir þessu, þá er þetta það sem ég myndi segja háar tölur, að þetta er sem sagt 12% fyrir andleg ofbeldi, sem er þá líka út af því að það er algengast ofbeldi. Það er hæsta talan og síðan margfaldar með mjög mörgum út af því að það eru mjög margir sem eru í þessum hópi. 3% það var kynferðisofbeldi og 2% var líkamlega ofbeldið. Já. Já, einmitt. Að ég líka þessum líkamlegt ofbeldi gagnvart konum er náttúrulega langoftast í nánu sambandi. Já. Líkamlegt ofbeldi gagnvart konum er alltaf ókunnur. Já. Sem gæti útskýrt þennan mun. Einmitt. Og en ég er að velta fyrir mér að það er til aðra rannsóknir sem sýna hvernig ofbeldi í nánu sambandi og kynferðisofbeldi valdi til þess frekar PTSD heldur en önnur áföll. Hafið þið skoðað þessa niðurstöðu í samanburði við önnur áföll og svona þessar hamingju? Jú, einmitt. Þetta er nefnilega mjög, þetta er nefnilega alveg rétt sem kemur hérna fram, að til dæmis, og þess vegna komið þetta okkur á óvart, að til dæmis kynferðislegt ofbeldi
veldur mjög oft áfallastreituröskun. Þú veist, mikilli áfallastreituröskun, en það er kannski, þú veist, áfallastreituröskun, þannig að hvernig einhvern veginn skvera maður það með við andlega ofbeldi sem veldur ekki jafn oft áfallastreituröskun, sem er önnur útkoma heldur en hamingjan. Og það er kannski út af því að áfallastreituröskun kemur til út af allt öðruvísi ótta. En þannig að þetta er kannski að verða fyrir langvarandi andlegu ofbeldi, það grefur undan, þú veist, sjálfsmyndinni og öryggi og einhver á allt annan hátt. Þannig að, en þetta er alveg rétt, en þetta er það sem okkur fannst þess vegna flókið að því að miðað við til dæmis rannsóknir á áfallastreituröskun, þá bjuggumst við aðeins öðruvísi niðurstöðum. Ég var að velta um stærðinni sko á ársbasis. Já. Því nú er þetta sko óáþreifanleg miski. Hvað með ef ég lenti í bílslysi og misti fót? Já. Hverjar eru tölurnar í samanburði við það sem þið eruð? Já, sko að missa fót, það er örugglega heilmikill miski. Ég man ekki tölurnar, þú veist, en Nei, það er margt sem er heilsufarslega, sem er, þú veist, sérstaklega svona alvarlegir hlutir. Mér minnir að sko, svona ef maður hugsar eitthvað sem er mjög alvarlegt, þú veist, ég er bara, hvað er ég nýbúin að sjá? Nýrnabilun á lokastigi er eitt sem ég er nýbúin að sjá, sem er mjög, þú veist, það er ansi glata að vera með nýrnabilun á lokastigi, en það er alveg sko hátt í 10 milljónir. Þú veist, það er alveg, þú veist, en að missa fót, ég held maður getur, þú veist, kannski, og síðan er annað með þessar aðrar, það er mjög mismunandi því hvernig áfallið er, hvort að maður til dæmis venjist því yfir tíma, eða verði verra og verra og verra. Þú veist, þú venst í svolítið að lifa lífinu með hreyfiskerðingar eins og að vera í hjólastól og lærir að eiga gott líf þannig. Sumt annað, sem ég er að reyna að muna bara hvað til dæmis hefur verið minna svoleiðis, þú veist, ef maður býr við sársauka, það verður kannski bara meir og pirrandi og losnar aldrei við sársaukan. Þannig að það er ekki sama aðlögunin hvað sem önnur, já. Já, og síðan er þetta, ofbeldi hefur meiri áhrif á einstaklinga sem hafa nýlega upplifað ofbeldisfullt atvik og náin tengsl við gerandann, þau auka miska. Og þetta eru kannski, myndi ég segja, sko, svona samantektin úr þessari rannsókn. En síðan var líka kannski aðeins hugmyndin bara að segja að því að þetta er nú svona fyrir líka fólk í öðrum fögum og almenning og svona, við vorum aðeins að velta upp, sko, hugmyndin þú veist, er réttlætanlegt að gera þetta? Bæði getum við gert þetta og viljum við gera þetta? Þannig að, þú veist, ég myndi kannski að segja, þú veist, við getum gert þetta. Það er auðvitað skekkjur í alls konar svona útreikningum og allt það, en ég meina það er hægt að gera betur heldur en bara, þú veist, svona. Það er hægt að reyna að meta þetta. Það er stöðugt gert. Það er gert nú þegar og allavega held ég að ég geti sagt, þú veist, þetta er erfitt af því að við erum öll með alls konar flókin, maður finnur það þegar maður tala við, þú veist, fólk utan þessa fags. Við tölum þetta mjög casual í svona hluti hér á ganginum upp á 3. hæð, en maður tala við aðra, það er bara fólk með mjög alls konar flókið tilfinninglegt samband við peninga og finnst þetta oft mjög erfitt. En ég held að þetta geti verið mjög gagnlegt, held ég kannski loka niðurstaðan hjá mér úr svona heildarhugmyndinni. Þannig að takk fyrir. Miklar góðar spurningar, ég ætla bara að minna á þetta tekið upp ef að þetta umræðan fyrir. Já. Það er grunar að sé fleiri spurningar í samfélagi. Já. Á ég með svona, mér finnst það í fyrsta lagi að augljóst að við höfum að gera þetta. Og mér finnst það bara góðar pælingar það að ég meina í réttarkerfinu er bara verið að gera þetta daginn út af daginn inn og þetta í heilbrigðiskerfinu er verið að gera alls konar hluti daginn út af daginn og löggæslu og þannig að þetta er auðvitað bara mikilvægt að sjá eitthvað svona. Síðan er auðvitað rannsakendurnir, þeir koma með einhverjar mælingar og svo þarf auðvitað, er það bara innlegg, eitt af mörgum inn í pólitíkinu, það hvernig þetta á að gera og þannig að það er í rauninni pólitíkusöfni sem að síðan bera ábyrgð á því hvernig þetta er sko integratað inn í pólisíu. En það var svona meira svona bara almennar vangaveltur. Spurningin var kannski aðeins um aðferðafræðina. Þú nefndi greiðsluvilja, Já. en
En ef ég skil þetta rétt, þá ertu í rauninni ekki að spyrja hvað myndirðu vilja greiða, Nei. heldur ertu í rauninni að segja ef áhrifin eru hvað, 2,1, Já. þá ertu í rauninni að segja fyrir 2 sambærilega einstaklinga, þá myndirðu giska á að þeir væru jafnhamingjusamir ef annar þeirra, sá sem hefur lent í ofbeldi, hefur 12,1 milljón á ári og sá sem hefur ekki lent í ofbeldinu, hann hefur 10 milljónir á ári. Já. Það myndi gera þess að 2 einstaklinga jafnhamingjusamir. Já. Þannig að það er pæling. Ef ég má áður nú heldur áfram bara því að þetta er að tala um þetta, þá er þetta líka sko að því að segja hvað þarf að bæta þeim upp. Ég var ekki að fara út í þær flækjur sem fylgja því að síðan eru sko áhrifin eru svolítið mismunandi eftir hvort þetta er sko það sem er kallað willingness to pay eða willingness to accept. Þú veist, af því að þú veist, þú talar um 2 milljónir, að fá næstu 2 milljónir, þær eru minna virði fyrir mig heldur en síðustu 2 milljónir. Þú veist, af því að því sem er á minni pening þá er hver milljón meira virði, sko. Þannig að það getur komið aðeins, þú veist, þannig að ég myndi segja að þetta er meðaltalið þar á milli. Af því að ég er ekki í þessari rannsókn að gera ráð fyrir að segja eitthvað hvort er þetta taka ofbeldi í burtu eða, þú veist, peningin, láta manneskjunum fá peningin að taka hann í burtu eða, já. Það er eiginlega verið að taka þau áhrif bara alveg út fyrir. Þú ert Já. bara í 2 mismunandi aðstæður sem mismunandi. Já. Spurningin var, segjum hver eru áhrifin á þessa mælingu ef að þeir sem að líður bara almennt sér betur eru líklegri til þess að gleyma svona atburðum. Bara því að ég bara útsettur fyrir það að vera hamingjusamari, Já. þá gleymi ég því þegar einhver var að beita mig andlegu ofbeldi, frekar á marginni. Einmitt. Hvað áhrif myndi það hafa á mat? Það myndi gera þetta mat aðeins of hátt af því að við náum illa að leiðrétta fyrir þessari svona, þetta er svona innri breytu vandi, svona endogeneity vandi í ofbeldistuðlunum og við náum illa að tækla það í ofbeldistuðlunum. Við náum betur að tækla innri breytu vanda í tekjustuðlunum sem að ég held að þetta myndi hafa minni áhrif á en það sem að þú ert að tala um það er og meira sér gæti ég bætt við að það gæti ýkt þetta ennþá meira ef að þeir sem eru óhamingjusamir sko ekki bara gleymi svo frekar heldur útsetji sig frekar. Þú veist, þannig að við gerðum töluvert í því að bara reyna að lesa í öðrum litteratúr í hvað átt þessi bæjas væri líklegur til þess að vera og þar sáum við þetta, þeir sem eru óhamingjusamir, þeir gætu sko sett sig meira í aðstæður. Ég nefndi þetta sem svona eina mögulega að tölum skýringu á þessu andlega ofbeldi. Einmitt. Vegna þess að það er kannski matskenndara. Já. Þannig að svona recall effect gæti hugsanlega verið sterkari. Já. Þannig að það væri náttúrulega, þú veist, með því að skilgreina það nánar eins og þú ert að hugsa að gera hvað sem er. Einmitt. Þá gæti maður fengið svona losna minna við það, vegna þess að fólk er örugglega minna líklegt til þess að skilgreina líkamlegt ofbeldi í fortíðinni út frá því hvernig það líður í dag. Já, 100% sammála. Það er einspyrðið, það er nokkuð aðeins áður að því að Haukur og ég kom nú aðeins þessari könnun 2007 og svo ég einhver leiti 2017, Já. bara til þess að setja þetta í samhengi. Það eru held ég sko fleiri 10 málaflokkar sem við spurtum, þannig að það er mjög erfitt að spyrja mjög nákvæmlega út í margar tegundir ofbeldi. Ég man ekki hvernig þessi spurning kom inn. Nei, og það er nefnilega máli. Nei, ég sett hann ekki inn, en það sem er nefnilega líka, þessin er sko við erum með aðra greiningar, því hérna sýndi ég ykkur bara niðurstöður af því að það er svo clean gott að nota í svona fyrirlestir sem við notum bara 2017 en síðan erum við með alls konar viðaukatöflur sem við notum fleiri sko ár en það sem þetta er, spurningin breyttist aðeins þannig að það verður aðeins flóknara og meira svona, þú veist, flóknara að ræða um það en á móti hægt að leysa ákveðin tölfræðileg vandamál með því að skoða breytileika á milli einstaklinga en ekki á milli, þú veist, innan einstaklinga en ekki á milli einstaklinga og svona en það er kannski, þú veist, en þannig við notum fleiri bylgjur í einhverjum greiningum og en það sem er kostur við þetta sem hann segir, af því að það er oft erfitt að spyrja um svona ofbeldi, sérstaklega heimilisofbeldið, að það er oft sagt sko að það getur verið auðveldar einmitt að vera með spurningar, þó þessu fáar spurningar, svona svolítið faldar inn í stórri spurningakönnun sem er um eitthvað annað. Þannig að fólk sem er með ofbeldismanni nálægt sér, það er bara að svara spurningalista frá lýðheilsustöð þú veist, einhverja næringu og eitthvað svona. Síðan eru þessar spurningar þar, síðan eru þær hérna með, já. Ég ætlaði bara að koma með stutt komment, bara Já.
Einmitt, átta mig á því. Fyrir þessa kynningu. Já. Ég get alveg skilið af hverju það eru oft viðkvæmt að ræða þetta útvarfið en ég held að það sé og einmitt þetta að vera að meta eitthvað sem er ómetanlegt en ég held að það er nálgast að rétt þá sé það algjörlega eigi rétt á sér og það er svo gott að fá svona þessa niðurstöðu sem þú sýnir ef að gerandi er nákominn eða í nánu sambandi þá verður áhrifin meiri. Einmitt. Af því að við þurfum að fá það inn í samtalið. Dómstólar eru þannig í dag og að þeir dæma harðar í málum sem gerast út á götu heldur en inn á heimilinu. Og það er búið að sýna eins og í Bretlandi að ef kona er myrt inn á heimilinu þá er dómurinn lægri heldur en það er myrt út á götu úti. Þannig að þetta er einstaklega mikilvægt. Og bara eins og ég ítreka aftur var bara afskaplega áhugavert að fá sérstaklega bara ofbeldi í nánum samböndum og könnun á því máli sérstaklega en kæra þakkir fyrir að koma fyrir fram. Já, og ég get kannski nefnt að við erum ekki, hún er sko á heimasíðu þessa rannsóknarhóps hérna, er hægt að finna aðrar rannsóknir eftir okkur en hún er ekki, það er til dæmis eineltisrannsóknin en þar er ekki að því að hún er bara í birtingaferli, það er rannsókn sem er sérstaklega kynferðisofbeldi miklu afmarkar en þá er miklu fleiri tegundir af og það er líka svona þetta sem maður kallar, ég veit nú ekki hvað það kallar á íslensku, svona dose response, hversu mikið af ofbeldi, var þetta einu sinni, var þetta, þú veist, nokkru sinni, var þetta mjög oft, sem er það sem ég hef smá áhyggjur af hér sko, en það er búið að submitta slíkri grein í tímarit sko, sem er kynferðisofbeldi sérstaklega. Það væri bara líka í þessari framhaldsrannsókn áhugavert að skoða sko að það var bara í morgun verið að hringja mig frá þú verið að rannsaka dóm sem féll í gær, þar sem það er dómur og það er ekki tekið inn í þetta ákvæði, nýja ákvæði þar sem hægt er að dæma út frá ofbeldi í nánu sambandi, þar sem að dómstólar virðast einhvern veginn ekki vera að nálgast það, til dæmis ef það er fyrrum maki, þá er það ekki verið að dæma sem ofbeldi í nánu sambandi, þannig að það var að skoða þá skekkju líka. Einmitt. Og af hverju það er, af hverju lögregla og dómstólar ekki að vinna út á sömu formvirkjum. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Já. Í sambandi við þetta, í svona samhengi við það sem hér kom fram, þú ýjaðir að því að þetta efni væri viðkvæmt. Hafið þið þurft að glíma við einhver svona siðferðileg vandamál í kringum rannsóknina og hafið þið verið gagnrýnd fyrir að nálgast efnið út frá því sem Ekki þessa rannsókn. Við höfum ekki verið gagnrýnd fyrir þessa rannsókn, en við höfum svo sem lendið í, kannski höfum við lært af reynslunni að við höfum lendið í áður að vera gagnrýnd fyrir að vera ekki nægilega nærgætin. hvernig þá? Já, það er verið að draga fram söguna einmitt, svo maður dragi nú fram sín bernsku brek þó þau hafa ekki verið nema fyrir nokkrum árum sko, þegar að, sko, það sem að mér dettur helst í hug og er það að við höfum önnur rannsókn sem var ekki ofbeldi en í þessum sama hópi, það var sem sagt rannsókn á því á áhrifum á greiðsluvilja til þess að breyta líkamsþyngd. Þú veist, ef það væri hægt að, ef maður er of þungur eða of léttur, það væri hægt að smella fingri og þú ert í kjörþyngd. Þú veist, fólk er með greiðsluvilja fyrir það. Það er minni hamingja ef að fólk er of þungt eða of létt. Og við vorum að mæla þetta og við höfum gert það í nokkrum rannsóknum. Síðan gerðum við rannsókn þar sem við vorum með rannsókn sem var sem sagt fyrir þar sem við vorum með upplýsingar frá maka líka. Og það sem við gátum gert þar, sem okkur fannst sko áhugavert, því að við vitum að fólk sem er of þungt, það verður fyrir skaða til dæmis á vinnumarkaði. Sérstaklega konur sem eru, þú veist, þyngri heldur en það sem kallast kjörþyngd, meira heldur en karlmenn, en það er einhver skaði í kynnum við annað fólk, virðist vera. Það er hvort sem maður vil kalla það mismunun eða eitthvað, það kemur fram að fólk væri lægri laun. Þannig að við vildum skoða hvort það væri eitthvað svoleiðis dýnamík innan fjölskyldnanna, fyrst við vorum með báða aðila. Þannig að við gátum mætt bæði greiðsluvilja fyrir að breyta eigin þyngd og líka greiðsluvilja fyrir að breyta þyngd maka síns. Núna sé ég að fólk er farið að brosa bara, þú veist,
hélt hún í alvörunni að þetta myndi ekki, þú veist, það færi ekki allt í skrúuna hjá henni í einhverju PR-mennsku þarna. En við sem sagt mældum þetta bæði og niðurstaðan var sú að í rauninni konur voru með hærri greiðsluvilja til þess að breyta sinni eigin þyngd, en karlmenn, þeir voru með hærri greiðsluvilja til þess að breyta þyngd konuna sinnar heldur en sinni eigin þyngd. Og og þú veist, við horfðum á þetta og við héldum að við værum, þú veist, að því að svona grein, ef þið lesið svona greinar, þetta er bara korflex af tölum, að það er stundum að draga fram, þú veist, hver er sko kjarninn, þannig að við ætluðum að draga þetta fram í titlinum. Og þetta er bara grein á ensku og við og við, titillinn var, ef ég man rétt, Husbands and wives agree that making the wife svelte is more important than keeping the husband fit, eða eitthvað svoleiðis. Sem er í rauninni niðurstaðan að það sem við vorum að draga fram, það eru allir hérna sammála að þyngd konunnar er mikilvægari heldur en þyngd karlsins. Og við héldum, og við vorum ekkert með þetta var bara niðurstaðan, fannst okkur. Okkur fannst við ekkert að vera að segja svona á þetta að vera. Við vorum bara að segja, heyrðu, við vorum eiginlega jafn mikið að segja, heyrðu, sjáu hvað heimurinn er galinn, sko. Þannig að ég hefði jafnvel haldið að þarna hefði, þú veist, fólk sem að vill er hluti af einhverjum, þú veist, þessu var deilt á, það var einhver meiri háttar Twitter-stormur út af þessu og sem að mér fannst sko ekki alveg, sem mér fannst svolítið miskilna því að ég hefði haldið að þeir sem voru reiðastir á Twitter, þeir hefði átt að nota, þú veist, þetta væri frekari skotvopni þeirra þú veist, vopnabúra geta sagt, sjáuði hvað þetta er sko glatað, skilur einhvern veginn. En fékkst þú yfir því, höfundar? Já, við höfundar og endaði þannig að yfirmaður, það var verið að birta þetta sem einhverju hérna vísindamenn vita hvað er NBR, það var verið að birta þetta sem NBR vinnupappír og yfirmaður NBR hafði samband við okkur og bað okkur að breyta titlinum, þannig að honum var breytt sko. Sem að er alveg, þú veist, voru alveg skipta skoðanir, á maður að breyta honum eða á maður ekki að breyta honum. Það er skandall. Hann segir það er skandall, ég meina, þú veist, það er, en þetta er, þú veist, þannig að maður hefur alveg séð það að ef maður talar mjög blátt áfram þetta, eins og bara, þú veist, við leyfum okkur, ef að ég og Ragnar erum að tala saman hérna upp á 3. hæð, þá getum við talað mjög blátt áfram þetta og það er ekkert svona eitthvað, það er ekki tilhlaup eða, þú veist, fyrirvarar og eitthvað svona, sko, en þannig að mín reynsla er að í svona almennari umræðu þá borgir sig alveg að hafa pakka smá bómul í kringum skilaboðin. Nota 3-4 klærur upp að kynninga til að... Já, til þess að einmitt, þannig að það er kannski, þú veist, þannig að það er kannski tilfellið, en það er minna svoleiðis að vera með fyrirlestur og hagfræði ráðstefnu eða eitthvað slíkt, sko. Svona sláandi titill gæti flokkast undir andlegt ofbeldi. Já, þú veist, það er eitthvað svoleiðis. Þú veist, þetta er náttúrulega bara, og við sjáum þetta líka auðvitað í kennslu að maður, þú veist, auðvitað er þetta bæði það og líka breytt hugafar og ég ætla ekki að hafa skoðun á því hvort það sé mér réttu eða röngum að það er að passa sig mun meira í kennslu í dag heldur en þegar ég byrjaði að kenna hérna við háskólann fyrir ansi löngu síðan og svo framvegis, sko. Þannig að það er annað andrúmsloft hvað varðar svona mál, sko. Maður er náttúrulega tíma, en það er alltaf ein spurning hérna aftarlega. Guðsvöld. Bara að byrja að þakka kærlega fyrir þetta mjög áhugavert og við erum tengst við fyrirtækið, þannig að það eru málefni sem að skipta okkur miklu máli og áhugavert að sjá þessi rannsókn var náttúrulega vegna þess að þetta skiptir tómabolta með að þessi lagt hér á landi á þeim grundvelli að náttúrulega börnin það að vera næga og sjáum við það mjög sjaldan en við vitum að þetta er langstærsta birtingarmyndin og veldur svo sannarlega miklu skaða. Þannig að það væri mjög áhugavert að fylgjast með þessu svo í framtíðinni. En ég er líka komið hérna eins og næstu kannski rétt á að líkamlegt ofbeldi karla verða fyrir oftar á hendi karla og valda minna tilfinningalegri svona vanlíðan vegna þess að konur eru að verða fyrir svona oftar heldur maður inn á heimili og það kemur þetta inn á þetta heimili griðastaður og þannig að það væri mjög áhugavert að sjá hvers konar ofbeldi karlarnir voru að verða fyrir versus hvaða ofbeldi konurnar voru að verða fyrir. Einmitt.
Já, ég er bara alveg sammála og þess vegna líka sko, þú veist, þó að maður skilji ekki alveg þessar niðurstöður, þá samt, þú veist, áður en maður fer af stað, þá er maður með einhverja rannsóknarhugmynd, þú veist, einhverja rannsóknartilgátu og maður svarar hana og ef að það kemur ekki nákvæmlega sem maður bjóst við, þá vil maður samt auðvitað, þú veist, þú veist, sýnir maður þetta er greinilega þarna til staðar og við þurfum bara að skilja ástæðuna og að því að einmitt ef hún að einhver leyti hún kannski aðferðafræðileg eins og þú bentir á, en að einhver leyti hún kannski raunveruleg og þá líka svolítið merkild að því að þetta eins og andlega ofbeldið, það miklu síður sem að fólk fær einhverja, þú veist, bót fyrir það heldur en kannski hina tegundin ofbeldin og kannski það ekki með réttu. Ef að það raunverulega valda, þú veist, ekki síður skaða heldur en hinar ofbeldistegundinar. Að þá gott að vita það þannig að það sé hægt að, það sé ekki gert lítið úr þeim afleiðingum. Já, einmitt. Ég er alveg sammála þessu. Kæra þakkir fyrir komuna og ennþá frekar kæra þakkir fyrir frábært erindi. Takk.